Þessir flugvellir. Dómarar hérna, 48 dómarar, ýmsu keppnum. Ég ekki allir þetta að virka frá? Jú, ég hefði haldið það. Kemur tónlistin í stað? Sér. Kemur ekki stað? Strákar, það er 14,5 tími í skip. Best að chilla með Mósimann. Alltaf verið klárt hérna, sýningunni. Þetta gengur grann. Þetta gengur alltaf eins og í sögu. Þetta er spennt, já, mjög spennt. Kara, segðu mér hvað þú ert að gera. Gull. Þetta er gull. Þetta er gull. Ég veit ekki að vera það. Strákar, nú eru bara 10 klukkstundir og 20 mínútur í skip. Nei. Strákar, 6,5 tími! Er ekki spenntir? Ok. Dómarinn ekki að borða líka. Það er svona fiskur. Massa leðurhásinn. Það eru opnunarhandurinn eftir. Fullt af flottum fokkam að keppa. Daginn frá Erfurt í Þýskalandi. Nú er það dómarinn sem taka við. Stendur hérna fyrir framan sundurskotna kirkju frá stríðsárunum, fallegum sundegi. Ég heiti Bjarni Gunnar Kristinsson, er að koma hérna í 4. skipti til Erfurt. En þessi fyrsta skipti sem ég kemst niður í miðbæ. Þetta landsliðin er aldrei að leika sér, þau eru bara að keppa. Núna eru allir sofandi. Þeir sem eru útvaldir til að standa við borðið, Hafliði og Björn og Þráinn. Þeir eru verið að skýra út hvað er í gangi þegar landsliðið kippir í kvöldu borðið. Nú streyma allir að keppnisvæðinu í messu Erfurt, 48 þjóðir og það er 32 landslið í aðalkeppninni. Veitir hvaða útbúnaður er þetta? Kaffibolli í myndataka? Já. Íslenska landsliðið mætt? Aðtilari. Ég naut að taka bollan á vinnunni. Það var svona. Þetta er multitaska. Það er verið að multitaska. Hvernig er það strákar? Hvernig líst ykkur á þetta? Bara vel. Ríkalega flott. Stoltir? Byrjum hérna, pinnamatnum, fjóri bitar. Það er karfi, það er skel, pulsa og það er kveil. 3 forréttir, sjóurriði, kanin og þókra og það er skata, timburbyggja. Hvað erum við hér á leið? Skatir og garnis, og sósur. Klassik, mest old school. Gamla stela hugmyndum. Þetta eru þessi desertinni, eða ekki? Þetta eru desertinni, 4 desertar. Virkilega flottir. Það er eitthvað nammi. Konfektið, og það garðari. Virkilega flott. Og sleikjó. Sykur styttan frá henni Maríu Stanko. Þetta er mikið. Er hérna hotlistan? Grænmetisréttir. 3 rétta grænmetis, hádegis réttir. Svo
bara veistlan. 5 rétta festið, gala menjú. Enda að sæti. Við hefum enga skoðun á þessu Jónsdæmi, en við ætlum að fara aðeins yfir þetta. Svona komum við kallað með old school skýringar. Kokkalandsliðið keppir á Ólympíuleikum, þá er það keppt í 2 greinum, keppnisgreinum. Annars vegar kallborð og svo heitur matur. Þannig að liðin búa til kaldan mat sem er settur á borð og þarf að standa í heilan dag og líta vel út allan tímann. Hérna erum við að skoða matinn hjá Singapore sem hafa staðið sig mjög vel í þessari keppni í mörg ár í röð og eru með flotta mat en ekki sterkan og síðan. Hérna er Finnamaturinn hjá Singapore. Allur matur, allt kjöt, fiskur, grænmeti er sett í hlaup áður en það er síðan sett á borðið. Hlaupið er sett á til þess að hráefnið haldi sínu útliti, litum og líti ferskt út á sýningunni. Flestir fást fyrir það að sýna sem fjölbreyttasta tækni, forðast endurtekningar og vera með fjölbreytt hráefni. Hérna höfum við konfektið, það er sjálfsögðu ekki hlaupborðið. Það er ætt, klálega. Þetta er Ísland. Já, við sjáum þetta pinnamatinn í Íslandi. Til þess að ná árangri svona keppni þá þarf að haka upp boxinn. Það þarf að sýna klassísku vinnuna, það þarf að haka fullt á boxum og síðan bæta við listfengi og sýna hvaðan maður kemur. Það er ekki bara maturinn sem er hannaður. Á borðun okkar þá erum við að setja matinn á hluti sem eru sérsmíðaðir fyrir þetta tilefni. Við hönnun á öllu props eða fylgihlutum á borði þá unnum við í kokkalandsliðinu með Haf Studio sem síðan Haf Studio hannaði allt þemað, vinnur síðan með trésmíðum, steinsmíðum, silfursmíð og keramíkar. Flott íslensk hönnun. Nú er komið dómara Klepparagallan. Hér setjum við dómararnir og teljum stiginn og þetta er eitt stærsti veitingastaður í Evrópu. 1000 manns. Lítið á þessum Ólympíuleikum. Ég fæk hérna góðsmið að koma á Ólympíuleika í mötuneyti. Það var búið að setja upp hlaðborð. Og svo Hverjir verða Ólympíumeistarar í mötuneytum? Verða Tékkland með ofaeldaða önd og ekkert spesmús. Þessa reynslu í mötuneyti Ólympíuleikanna held ég að mötuneyti Stónar Ísland að vara sig. Við erum á heimsklassa. Hvað hafðið þið? Þú bara að taka myndir eða? Ég er bara að taka myndir sko. Það er ekkert að nota mig í neitt annað. Verðið þið klárir það? Mynda liðið og ljúga dómurunum og svíkja og pretta. Ég er í því sko. Það er bara nýtt eldur. Heldur betur. Nóga græðir. Svo er þetta betur en þetta klárir slæðin. Algjörlega. Nú býð ég eftir þessu heil lengi. Hvað segirðu? Landa Ólympíugöllinni. Já, það er komið að því. Hvað segir þið? Hvernig lítið á það? Mjög vel. Klárir slæðina? Heldur betur. Klári í það. Bara guð. Hvernig gengum með klappliðið? Er þetta búin að skjópa þér á? Check. Það verður vikingaklapp og... Hvað segir þú aðeins maðurinn? Ertu búin að koma svolítið saman? Heyrðu, þetta er bara komið í höllina og allt í réttu hitastigi. Famous.
Segðu síðan. Hvað er þeir að gera núna? Muni ekki allir slett. Hold on. I tear this one. Það er rosa reyðilega þetta. Þetta er nýjast það, þú verður að fylgjast með. Já, það er það. Må vi gå? 18. Absolutt seneste 18 må vi gå. Ekki erfitt að standa fyrir utan búrið núna? Já, það er svona skemmtilega að vera hérna við. Frekar erfitt. Það er meira að ára á þetta. Já, þetta er flott. Veistu vel í okkar menn? Já, já. Mjög flott, já. Það er dugir. Það bara lætur heyrist nógu vel í sig. Það bætist í eftir smástund. Það var að lukka. Hvernig líst þér á þetta, Kobbi? Mér líst bara mjög vel á þetta og ég er rosalega spenntur með strákana okkar, sko. Mér er æðislega fallegt þegar mér heldur svona snýttilegt og mjög flott organiserað, sko. Frábært. Spennan eykst.